Uppskjörgleymir, ágæti skólameistari, brautskráningarefni, aðstandendur og aðri gestir sem fylgjast með okkur í fjarfundabúnaði. Hjartanlega velkomin á brautskráningu Verkmenntaskóla Austurlands. Fyrir þá sem ekki vita þá heiti ég Unnur Ása og er áfangastjóri við Verkmenntaskólann og mun stýra athöfninni í dag. Við ætlum að eiga hér saman góða stund og fagna þessum tímamótum. Og við byrjum dagskrána í dag á ræðu skólameistara og býð ég Hafliða Hinriksson velkomna á svið. Kæru útskriftarefni, formaður skólanefndar, starfsfólk VAFA, aðstandendur og aðrir góðir gestir. Ég býð ykkur hjartalega velkomin á útskrift þessa glæsilega hóps sem situr hér á sviðinu. Eftir langa vetur með grímuskyldu, spritbrúsum og fjarkennslu kom vorið loksins og við sjáum nú fram á bjartari tíma í skólastarfinu. Þeir nemendur sem hér útskrifast í dag upplifðu framhaldsskólagöngu sem á sér ekki fordæmi. Stórum hluta skólagöngunar hafa fylgt einhvers konar höft tengd heimsfaraldri. Þó hefur nýliðin vetur verið með skásta móti og við í VAFA notið þess að vera frekar lítill skóli sem hefur passað ágætlega inn í ríkjandi höft hverju sinni. Meðal annars hafa nú verið mun meiri möguleikar til félagslífs. Þó má segja að önnin sem nú er nýliðin, þá hafi veiran loksins hitt okkur almennilega fyrir og hafa bæði nemendur og starfsfólk verið þó nokkuð fjarverandi vegna veikinda. En kæru útskriftarefni, þið getið huggað ykkur við það að þið eru uppi á sögulegum tímum og getið stolt sagt barnabörnum ykkar frá undanlegri framhaldsskólagöngu í skugga heimsfaraldurs. Í dag er gleðidagur því að nemendahópurinn sem hér situr hefur náð markmiðum sínum og lokið því námi sem þau stemdu af fyrir 3-4 árum, eða jafnvel lengra, og því ber að fagna. Leiðin að þessu marki hefur ekki endilega verið bein og greið. Einhverjir hafa eflaust lent í alls konar hindrunum og erfiðleikum á leiðinni, en við seiglu og þrautseigju eru þau samt komin hingað í dag. Þessu ferðalagi er lokið og við taka ný og spennandi verkefni á hinum ýmsu sviðum. Hér í dag útskrifuðu nemendur af 10 námsbrautum. Með því mikla framboði sem er í boði í VAFA, bæði svokölluðu bóknámi og einnig iðnustarfsnámi, er óhætt að segja að flestir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Það er ekki sjálfgefið að ekki fjölmennari skóli en VAFA geti boðið upp á slíka fjölbreytni. Og fjölbreytnina verðum við að standa vörð öll sem eitt. Í framhaldsskóla nútímans er námið flokkað niður á hæfniþrep eftir erfiðleikastigi. Og þessir útskriftarnemendur sem hér sitja hafa flestir lokið námi á 3. hæfniþrepi samkvæmt lögum framhaldsskóla. Á síðasta ári var gerð sú breyting á lögum háskóla að nemendur sem hafa útskrifast á 3. hæfniþrepi, hvort heldur sem er á stúdents- eða verknámsbraut, teljast jafn gildir við inntöku í háskóla, að því gefnu að samsetning námsins passi inntökukröfum einstakra námsleiða í háskólanum. Þessi breyting er gífurlega mikilvægt skref í þá átt að viðurkenna að verknám sé ekkert síðra en annað nám. Þegar heimsfaraldurinn, sem hér áðan nefndur, sleppti á okkur takinu, tók við stríð í Austurvegi. Alræðisríkið Rússland réðist á nágranna sína í Úkraínu. Stríðið sem nú geisar sannar enn og aftur mikilvægi menntunar. Almenningur sem ekki er uppfræddur málefni samfélagsins getur ekki tekið afstöðu til þeirra og þá virkar lýðræðið ekki. Lýðræðið hefur átt undir högg að sækja gegnum tíðina. Ekki þarf annað en að skoða stjórnmálasviðið í Evrópu og Bandaríkjunum þar sem umdeildir einstaklingar hafa komist á valdastóla í lýðræðislegum kosningum. Ástæður þess geta verið margþættar, en eitt er ljóst að skólakerfið gegnir lykilhlutverki í því að ala upp gagnrýna borgara sem kynna sér málefni þess stjórnkerfis sem þeir búa við, svo þeir geti tekið afstöðu, hvort sem er í kosningum eða formlegri þátttöku í stjórnmálum. Lýðræði nútímans var komið á með blóðugum byltingum og enginn má taka því sem gefnum hlut. Fáfræði almennings er óplægður akur hins illa stjórnmálaleiðtoga. Ég vil leyfa mér að fullyrða það að frá VAFA snúa nemendur vel undirbúnir undir þátttöku í lýðræðinu. Hefur það sýnt sig, meðal annars að í þeim breytingu sem hafa verið gerðar á skólastarfi hér í VAFA á síðustu árum,
hafa nemendur fengið að koma sínum sjónarmiðum á framfæri með ýmsum hætti. Hefur þessi rödd nemendana verið stjórnendum gott nesti og gert það að verkum að breytingarnar hafa alla jafna verið gerðar í góðri sátt. Einnig höfum við í tengslu við kosningar, bæði til Alþingis og sveitarstjórna, staðið fyrir fundum þar sem fulltrúum framboða hefur verið boðið að sitja fyrir svörum. Skemmst er frá því að segja að nemendur okkar hafa fjölmennt á þessa fundi og spurt góðra spurninga. Það sagði með frambjóðandi núna daginn eftir svona fund að þetta væri yfirleitt erfiðustu fundirnar því þegar væri spurningarnar alveg hárbeittar. Einnig er rétt að nefna að samhliða kærleiksdögum sem haldnir voru núna í mars stóðu nemendur fyrir söfnun þar sem safnað var peningum til að styðja við neyðarsöfnun Rauða krossins fyrir íbúa Úkraínu. Þar söfnuðust 175.000 krónur sem eflaust hafa komið í góðar þarfir. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni, en býð velkomin næst á svið þau Ísabellu Daníu Heimisdóttir og Kára Kressvelder Haraldsson, nemendur í Vaffa. Þau munu flytja okkur lagið Leiðin okkar allra, sem er þekktast í flutningi hljómsveitarinnar Hjálma. Höfundur lags er Þorsteinn Einarsson og textin er eftir Einar Georg Einarsson. Gjörið svo vel. Það gömul saga og ný, en Guð einn veit hvert leið mín liggur. Lífið svo flókið oft ég hjarta hryggur. En ég harka samt að mér eitt lítið knús, elsku mamma. Áður en ég fer, nú ég komin til að kveðja. Ég kem aldrei framar hér. Ég mun ganga á
ég mun ganga á þessum vegi. Uns lífsins dagur dvín. Takk fyrir þetta. Næst vil ég bjóða velkominu svið formann skólanefndar, Jón Björn Hákonarson. Gjörðu svo vel. Það er erfitt að vera miðaldra, sko. Útskriftarnemar og fjölskyldur, skólameistari, starfsmenn og góði gestir. Kæru útskriftarnemendur, fyrir hönd skólanefndar Verkmenntaskóla Austurlands flyt ég ykkur og fjölskyldum ykkar hamingjóski með þennan merkisáfanga sem þið fagnið hér í dag. Svo ég haldi mig á hefðbundum nótum og liðin ár í ávarpi mínu, þá er þetta og verða alltaf mikil tímamót í ykkar lífi. Sum ykkar nú komið með starfsréttindi og halda út á vinnumarkaðinn, aðrir halda til áframhaldandi náms eða staldra nú við og velta fyrir sér framtíð sinni. Hver sem ákvörðun ykkar verður, þá hafið þið lokið vegamiklum áfanga í lífinu og aflað ykkur þekkingar og grunns í veganesti til framtíðar. Þá vona ég að þið farið úr ykkar nám í Verkmenntaskóla Austurlands með góðar minningar skólan og veru ykkar í honum. Það er alltaf sérstakt fyrir skóla að sjá eftir nemendum við útskrift. Þráttur að því fylgir söknuður af vissu leyti, þá er það líka stolt fyrir skólan að skila sig af glæsulegum hópi nema og hér í dag og fá nýja inn í staðinn að hausti. Þá vona ég að þetta verði gleðidagur hjá ykkur sem þið eftir að minnast lengi og þið náið að gleðjast í dag með ykkar nánustu og svo veit ég, hafandi verið í ykkar sporum, þá langt síðan, ég skal viðurkenna það, að það verður gleði í kvöld líka, ég ætla ekki það. Þið munið bara eftir að skemmta ykkur fallið og passa vel upp á hvort annað. Þið sem eru útskrifast hér í dag hafi gengið gegnum ýmsar áskoranir í skólastarfinu síðustu ár, þar sem þessi blessaði óboðni gestur sem var þessi COVID-19 veira hafði í för með sér ýmsar breytingar í skólaumhverfinu sem kom fram hér áðan. Fjartækni í kennslunni gerði það verkum að ekki kom rofi í námsferlis nemenda og líkt og áður var það aðdánavert að fylgjast með því hvernig þið nemendur og svo kennarar og starfsfólk skólans brugðust við þessum aðstæðum og aðlöguðu ykkur að þeim, þannig að skólastarf var í föstum skorðum í bylgjum faraldurs sem gengu yfir hver á fætur annarri. Það sem var þó leiðilegast við COVID-faraldurinn var hversu mikla skorður hann sett í félagslífi nemenda sem er mikilvægur hluti þess að vera í framhaldsskóla. Von mín er þó sú að þetta síðasta ár hafið þið náð að bæta það upp að einhverju leyti. En skóli er ekki bara byggingar heldur svo starfsins sem fram í honum fer og starfsfólki sem við hann starfar og skapar hann og samfélagi allt sem á bakvið hann svo stendur. Fyrir hönd skólanefndar Verkmenntaskólans og örugglega íbúa í Fjarðabyggð færi ég ykkur bestu þakkir fyrir ykkar störf í þágu Verkmenntaskólans. Það að hafa skóla eins og hann hér í samfélaginu Austurlandi er mjög mikilvægt. Ekki bara er hann mikilvægur fyrir þá sem hér búa til að geta sendt börn sín til mennta fyrstu árin að lokinni skólaskyldu og þurfa þannig ekki að senda þau langan veg í aðra landshluta. Hann er líka mikilvægur sem menntastofnun fyrir atvinnulífið, sem verknámsskóli, bóknámsskóli fyrir þá sem hyggja á lengra nám og ekki síður sem vinnustaður í samfélaginu fyrir fólk með fjölbreytta menntun. Og þá er hann líka nauðsynlegur hluti menningar og félagslíf sem gerir austfirsku samfélagi blómlegra hér. Og það er okkur mikið hagsmunamál og efla þátt menntunar í austfirsku samfélagi til framtíðar. Í þeirri framtíðarsýn þurfum að hafa það í forgrunni að styrkja þær stofnanir sem við höfum nú þegar fyrir leið og nýjir möguleikar opnast, eins og til dæmis með stofnun Háskólaútibús sem unnið er að hefja starfsemi sína fullum krafti á Reyðarfirði í haust. Ég er þess fullviss, verði rétt á málum haldið, að það getur styrkt starfsemi Verkmenntaskólans leið og það fjölgar möguleikum til náms hér. Það þarf að vera markmið þessari uppbyggingu að framhaldsskólarnir hér á svæðinu styrkist með þessu aukna framboði. Þá er ekki síður mikilvægt að halda áfram að efla samstarf grunnskólan og Verkmenntaskólans á sviði verk- og tæknigreina
líkt og gert hefur verið á síðustu árum með samstarfi valgreinar og úlingastigi sem teknar eru innan veggja Verkmenntaskólans. Verkefni hefur verið í grunnskólum Fjarðabyggðar nú á síðustu árum og reyndar var það víðtækara og óhætt er að segja að það hefur vakið mikla lukku meðal nemenda í grunnskólunum og leið opnað augu margra þeirra fyrir möguleikum í iðn- og tækninámi og ekki síður til þess að horfa til lista í framtíðinni. Það var sérstaklega ánægjulegt að finna hversu mikla athygli þetta framtak hefur vakið og þegar mennta- og barnamálaráðherra undirritaði á dögunum við sveitarfélagið Fjarðabyggð viljayfirlýsingu framhald þessa samstarfs til næstu 3 ára og horfa til þess hvernig það getur verið fyrirmynd að slíku samstarfi víðar land. Þá var ekki síður ánægjulegt að undirrituð var við sama tækifæri viljayfirlýsing milli ráðuneytisins og skólans undirbúning að stækkun verknámshús Verkmenntaskólans á næstu árum. Mikil þörf fyrir þá stækkun til að koma húsasmíðadeildinni niður á jörðina og þó ég veit ekki hvort það gangi með alla starfsmennina og hætta að flytja efni og smíðaverkefnin, prófverkefnin af annarri hæð og leið að gera öðrum verknámsdeildum og stafrænu smiðjunni kleift að stækka við þessi kennslurými sem vonandi verður. Það er von mín að þessi undirbúningsvinna gangi sem hraðast og hægt verði áður en langt líður að hefjast handa við byggingaframkvæmdir því þörfin er svo sannlega til staðar og með því tryggjum við líka áframhaldandi sókn skólans til framtíðar. Kæru gestir, á komandi sumri verður ný skólanefnd fyrir Verkmenntaskóla á Austurlandi skipuð líkt og fyrir aðra framhaldsskóla í landinu. Ég hef verið það heppinn að fá að sitja í skólanefnd nokkur ára skeið virðist vera allavega fyrir hönd sveitarfélaganna á Austurlandi og veit henni formennsku. Þetta hefur verið viðburðarík ár þar sem bæði hefur verið sótt og varist fyrir skólan okkar. Oft hefur þurft að takast á við stjórnvöld fjárhag og stundum verið stormur. En mikill árangur hefur samt náðst í þessum efnum og mörgu leyti finnst okkur sem í skólanefnd sitjum að skilningu menntamálayfirvalda á starfsemi verk- og tæknináms sé að aukast. Uppbygging stafrænnar smiðju, breytingar á húsnæði með bættri starfsaðstöðu sem tekið verið í notkun á komandi hausti, efling verknámsins, nýjar greinar og fjölmargt annað kemur upp í hugann þegar horft er yfir hvernig þróun síðustu ára hefur verið og ég er þess fullviss að framtíðin er björt fyrir Verkmenntaskóla Austurlands og það verður staðinn vörður, það er ég fullviss. Á svona tímamótum er gott að skipta fulltrúa í skólanefnd og fá nýtt fólk að verkum og hef ég því ákveðið að óska ekki eftir að vera endurskipaður og það er því að halda hér mína síðustu ræðu sem formaður skólanefndar í dag. Ég er jafn stoltur af Verkmenntaskóla Austurlands eins og þeir útskrifast úr honum árið 1993 og mun áfram vera í bakvarðarsveitinni fyrir hann eins og við öll sem hér búum. Ég vil nota tækifærið því og þakka samstarfsfólki mín í skólanefnd fyrir samstarfi gegnum tíðina sem og skólameisturum og öðru starfsfólki. En kæru útskriftarnemar, í dag er ykkar stund. Njótið hennar vel. Þið eru stolt skólans við námslok eins og Verkmenntaskólinn er stolt samfélagsins hér fyrir austan. Takk ykkur fyrir að hafa valið hann sem ykkar skóla. Það á að vera metnaður okkar sem hér búum að nýta okkur hann enda hefur hann sýnt og sannaði gegnum tíðina að hann skilar vel menntuðum nemendum frá sér. Ég endurtek hamingjósku til ykkar frá skólanefnd og til fjölskyldu ykkar með áfangan. Njótið stundarinnar og með ykkur farnast vel í framtíðinni. Takk kærlega. Jæja, þá er komið að stundinni sem allir hafa beðið eftir, sjálfur útskriftinni. Í dag útskrifið 44 nemendur af 10 námsbrautum. Ár hvert gefur Sjúkraliðafélag Austurlands sjúkraliðum í hópi brautskráningarnema lykil og rós frá félaginu. Og í ár gefur Fossberg öllum útskriftarnemum á málgreinum rennimál. Ég mun lesa útskriftaefnin upp í stafrófsröð og verða verðlaun og viðurkenningar lesin upp á sama tíma. Þá er fyrst Agnes Ósk Þorgrímsdóttir. Hún útskrifast af sjúkraliðabraut og með viðbótarnám til stúdentspróf, en hún er ekki hérna hjá okkur í dag. Arna Lísa Ingimarsdóttir útskrifast af opinni stúdentsbraut. Ásta Sóley Hjálmarsdóttir útskrifast af náttúruvísindabraut. Hún er heldur ekki viðstödd hérna í dag.
Barbara Schulz, hún útskrifast af opinni stúdentabraut. Birkir Frey Konradsson, útskrifast af opinni stúdentabraut. Bjarney Birta Bergsdóttir, útskrifast af opinni stúdentabraut. Bjarney Birta fær einnig viðurkenningu fyrir ágætis námsárangur í félagsfræðigreinum og fær bókagjöf frá skólanum. Dagnia Karabesko, útskrifast af sjúkraliða Brú og hún fær einnig viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur í sérgreinum á sjúkraliðabraut og hlýtur bókagjöf frá skólanum. Einar Þorgeir Garðarsson, útskrifast af rafvirkjabraut og Einar fær viðurkenningu fyrir ágætis námsárangur í rafeinagreinum og hann fær þessa fínu verkfæratösku frá Jóhann Rönning. Emilia Jadvik Mísak, útskrifast af þjónustubraut sem stuðningsfulltrúi. Ester Rún Jónsdóttir, hún útskrifast af náttúruvísindabraut og ætla að fá að klára, hún Ester fær viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur í íslensku og framúrskarandi árangur í tungumálum og fær fyrir það bókagjöf frá skólanum. Ester sýndi framúrskarandi námsárangur á stúdentsprófi og fær bókagjöf frá Stjórnendafélagi Austurlands. Ester fær svo raungreinaverðlaun frá Háskóla Reykjavíkur fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum á stúdentsprófi, en hún fær frá þeim bókagjöf auk þessum verðlaunahafar sem kjósa að hefja nám við Háskóla í Reykjavík fá niðurfelld skólagjöld, fyrstu önnina. Fannar Ingi Eiríksson, útskrifast af vélstjórnarbraut með B-réttindi. Fjóla Guðrún Sigurðardóttir, hún útskrifast af sjúkraliðabraut og með viðbótarnám til stúdentaprófs. Hún ekki stödd hér í dag. Freysteinn Bjarnason, útskrifast af opinni stúdentsbraut. Freysteinn fær viðurkenningu og þakkir fyrir félagsstörf innan skólans. Freysteinn hefur meðal annars setið í nemendaráði og verið virkur í starfi skólans. Guðmundur Georg Kemp Helgason, útskrifast af opinni stúdentsbraut. Og Guðni Berg Hauksson, útskrifast af starfsbraut. Guðrún Ragna Einarsdóttir, útskrifast af sjúkraliðabraut, en hún ekki stödd hér í dag. Harpa Víum Guðmundsdóttir, hún útskrifast af sjúkraliðabraut. Hákon Huldar Hákonarsson, útskrifast af opinni stúdentsbraut. Hákon Þorbergur Jónsson, útskrifast af náttúruvísindabraut og Hákon fær viðurkenningu og bestu þakkir fyrir félagsstörf í skólanum og þátttöku í Gettu betur. Hákon fær viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í íslensku og fær bókagjöf frá skólanum. Einnig fær Hákon menntaverðlaun Háskóla Íslands fyrir góða námsárangur og eftirtektarvert framlag til skólastarfsins. Halldór Vilhjálmsson, útskrifast af rafvirkjabraut. Hassan Omar Issa Al-Kashal, hann útskrifast af náttúruvísindabraut.
Heiða Elísabet Gunnarsdóttir útskrifast af opinni stúdentspróf. Hekla Björk Jónsdóttir útskrifast af sjúkraliðabrú. Helena Lind Ólafsdóttir útskrifast af opinni stúdentspróf. Helena fær viðurkenningu og þakkir fyrir þátttöku í félagsstarfi skólans. Helena tók meðal annars þátt í leiklistakademíu og Gettu betur. Hrannar Snær Halldórsson útskrifast af húsasmiðabraut. Hrannar fær viðurkenningu fyrir ágætis námsárangur í húsasmiði og fær metabú hleðsluborvél frá versluninni Pan. Ísabella Dania Heimisdóttir útskrifast af opinni stúdentspróf. Ísabella fær viðurkenningu og þakkir fyrir þátttöku í félagsstarfi skólans, en Ísabella hefur meðal annars sungið ótal viðburðum fyrir skólan og keppt fyrir hönd skólans í söngvakeppni framhaldsskólanna. Jóhanna S. Sigurbjörnsdóttir útskrifast af þjónustubraut sem stuðningsfulltrúi. Jóhanna ekki einn í dag, en hún fær viðurkenningu einnig fyrir framúrskarandi námsárangur í sérgreinum þjónustubrautar og fær bókagjöf. Kasper Bartosz Itzvorski útskrifast af húsasmíðabraut. Kamela Dögg Hilminsdóttir útskrifast af opinni stúdentspróf. Kristján Agnar Vágseið útskrifast af opinni stúdentspróf. Leifur Páll Guðmundsson, hann útskrifast af vélstjórnarbraut með A-réttindi og sem vélverki. Leifur fær viðurkenningu fyrir ágætis námsárangur í véltæknigreinum og fær toppryklasett frá Jóhann Rönning. Lilja Finnbogadóttir útskrifast af sjúkraliðabrú, en Lilja fær viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur í sérgreinum á sjúkraliðabraut og hlýtur bókagjöf frá skólanum. Maddý Ósk Bjarkadóttir útskrifast af starfsbraut. Margrét Egilsdóttir útskrifast af þjónustubraut sem stuðningsfulltrúi, en hún var ekki komin. Marína G. Sigurjónsdóttir útskrifast af sjúkraliðabrú, hún heldur ekki viðstödd hér í dag. Oddur Óli Helgason, hann útskrifast af opinni stúdentspróf og Oddur fær viðurkenningu og þakkir fyrir félagsstarf innan skólans. Oddur Óli hefur meðal annars verið formaður nemendaráðs í vetur og verið virkur í starfi skólans. Óskar Sveinsson útskrifast af opinni stúdentspróf, en hann ekki hér í dag. Sandra Ósk Hansdóttir útskrifast af sjúkraliðabraut. Stefán Bragi Birgisson útskrifast með B-réttindi og vélstjórnarbraut. Silvía Magdalena Misak útskrifast af sjúkraliðabraut. Týr Kressfelder Haraldsson útskrifast af húsasmiðabraut. Þór Eli Sigtryggsson útskrifast sem vélvirki.
Þórarinn Bjarnason útskrifast á húsasmiðabraut og fær hann viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í húsasmiði og fær DeWalt hleðsluborvél frá Jón Rönning. Þórður Arnarsson útskrifast af húsasmiðabraut. Þá eru bara allir komnir. Hér með segi ég ykkur útskrifuð úr Verkmenntaskóla Austurlands vorið 2022. Þið megið setja upp húfurnar. Glæsilegt, til hamingju. Nú ætla Ísabella og Kára stíga aftur á svið og flytja fyrir okkur lagið Ég er komin heim. Höfundur lags er erlendur en texti eftir Jón Sigurðsson. Gjörðu svo vel. Komin
þetta. Það verið smá dapur og þessi síðasta lagi hérna Ísabellu sem stúdent nemandi hjá okkur. En nú ætlar Freysteinn Bjarnason, ný stúdent, að flytja ávarp fyrir hönd útskriftarnema. Svo vel. Já, heyrist ágætt líf með þér? Já. Kæri skólastjóri, samnemendur, kennarar, starfsfólk og aðrir gestir. Innilega til hamingju með daginn. Mér langar fyrst að þakka trausti fyrir að fá að tala hér fyrir hönd útskriftarnema og aðeins fyrir að rýna í þessu undanfærin 3 til 4 ár í verkmenntaskólanum. Hjá mér persónulega var mikil tilhlökkun við það að fara upp úr grunnskóla og yfir á næsta skólastig og eflaust líka hjá mörgum samnemendum mínum. Þegar komið var upp í menntaskóla kom eins konar reality check eða svona raunveruleika check. Það er að segja að það var meira heimanám, meiri verkefnaskil, víðtækara efni og nýji nemendur og nýji kennarar sem eru alveg frábærir og ég vil nota tækifæri að klappa fyrir þeim. Námið í framhaldsskólanum gerði mann einhvern veginn ljóst fyrir því hversu lítið maður vissi í raun og veru í grunnskóla. Og við það að fara á næsta skólastig lét manni svona líða eins og maður væri að fullorðnast, sem er bara frábært. Það að fá aukna ábyrgð og aukna skyldur lætur manni líða eins og þroskuðum einstakling. Haustönnin 2019 í Vaffa byrjaði frábæra. Þá kynntist maður fullt af nýju fólki og tengdist betur við fólk sem áður fyrr voru bara kunningjar. Við fórum á fyrsta menntaskólaballið, fyrsta lokaprófið, þið veitir hvað ég menna. Maður var bara að gera allt í fyrsta skipti, sem var ótrúlega spennandi og skemmtilegt að upplega. En þá var síðan komin að voruninni árið 2020, það er að segja COVID-19 tímabilið. Það var ekkert eðlilega þreytt dæmi. Alltaf þegar maður minnist á þessa veiru fær maður eiginlega bara hroll. En já, það má samt ekki gera lítið úr því hversu mikið vanlíðan þessi veira valdi meðal menntaskólanema og hefðbundnu lífi kippt undan öllum í bókstaflegri merkingu. Það var alveg hundleiðilegt að komast ekki í skólan í langan tíma og eiga í samskiptum við fólk. Mér leið allavega eins og ég væri búin að þróa með talgalla eftir þetta tímabil. Vegna þess að maður bara hitti ekki neitt, nema í gegnum skjá. Þótt svo að Vaffa tæklaði COVID alveg ótrúlega vel þetta ár, þá að einhverja ástæðu komist við á forsíðu DFF fyrir sóttvarnabrot. Skólanum til hróss, þá styrktu nemendur og kennarar bönd sín meðal annars með skipulagi sem Vaffa gerði með svokölluðum vinnustofum eftir fyrstu bylgju faraldursins. Þar var skyldumæting og allir kennarar til taks og til staðar fyrir nemendur, hvort sem þeir kenndu áfangan eða ekki. Með þessu fyrirkomulagi kynnumst við öllum kennurum skólans sem var mjög jákvætt. Þá má líka segja að fyrirkomulagið sem varð vegna COVID var kannski ekki alslæmt. Kennarar tóku til dæmis meira tillit til nemenda vegna skila á verkefnum og leyfðu okkur að taka lokaprófin heima. Einnig hefðu líka heyrst að nemendur ýttu á mjúttakan, slökktu á myndavélinni, fóru bara í PlayStationu meðan að kennslu stóð. En ekki ég samt, mér myndi aldrei detta það í hug. Á síðustu önn lét Lilja skólameistari sig bara hverfa í höfuðborgina. Mín kenning er sú að hún vildi ekki láta kenna sig við Vaffa aftur eftir árshátíðarskandalinn. En það er bara mín kenning og enga sannanir þess efnis. En er Lilja alveg frábær. Þá kom inn nýr liðsmaður, hann Hafliði, sem var alveg staðráðinn í því að breyta orðspori skólans með frábæri forystu og skemmtilegum vídeóum af nemendum á Instagram og á Facebook. Minn maður Birgir vildi einnig koma orðspori skólans til betri vegar og hélt því utan stífar æfingabúðir fyrir Gettu betur-keppnina, þar sem Hákon, Helena, Ragnar og Geir kepptu fyrir okkar hönd. Mér langar líka að gefa þeim gott klapp. Þið hefðu átt að sjá þessa meistara á djammunni í höfuðborginni með her af aðdáendum eftir að hafa gert garðinn frægan í sjónvarpinu. En þegar kemur að félagslífinu í Vaffa finnst mér það vera bara mjög fínt.
Það er ekkert brjálæðislega mikið að gera hérna fyrir austan, en við höfum reynt að standa fyrir viðburðum, svo sem lærdómskvöldum, spilakvöldum, bíómyndakvöldum, fótboltakvöldum og ýmislegt fleira. En mér finnst samheldnin í skólanum vera mikilvægust og hún er alveg gríðarleg hér í VFA. Að lokum langar mig að nefna að við getum líka verið stolt af því það sem skólinn okkar er að gera. Og má nefna stóra tæknidag fjölskyldunar, forvarnateymið og málþingin, umhverfisteymið og uppbrotsvikunar eins og jafnréttis- og kærleiksvikunar, eins skiptinámi erlendis og Erasmus-verkefnum. Þessar undanfarna vikur fyrir útskrift með útskriftarnemum hafa verið magnaðir. Við ræstum allan bæinn snemmu morgun, svoleiðis máluðum bæinn rauðan og settum skólan á hliðina og djömmuðum einnig hart á mánudegi. Vonandi verður sama gleðin á fólkinu á beitiskólanum í kvöld. Við útskriftarnemendur viljum þakka kennurum, skólastjórnendum og öðru starfsfólki fyrir samfylgdina í gegnum árin og óskum ykkur góðs gengis að halda áfram að leiðbeina komandi kynslóðum, því þið stóðu okkur svo sannarlega vel með okkur. Kæru samstúdendar, höldum áfram að láta til okkur taka. Til hamingju öll. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Freysteinn. Eitt af slagorðum skólans er VFA skólinn okkar. Það er góð og sérstök tilfinning að labba skólann og sjá myndir af vinum og ættingum og sjálfur mér sem útskrifaðist frá VFA 96. En stoltust er ég þó frumburðin sem útskrifaðist frá VFA í fyrra. Má segja að maður hefur haft svona einhver tengsl við skólann nánast alla tíð en það er heiður að vera hér í fyrsta skipti sem starfsmaður skólans. En nú er þið kæri útskriftarnemar hluti af sögu VFA og verður hægt að sjá mynd af ykkur á göngum skólans og rifið þann tíma ykkar hér. Ég óska útskriftarnemum og aðstandendum innilega til hamingju með daginn og áður en ég gef fram orðið þá vil ég hvetja ykkur til að gefa ykkur tíma eftir athöfnina og smella einhverjum skemmtilegum myndum í fína rammanum sem var búin til í FabLab og endilega merkja skólan svo að við getum notið með ykkur. En núna ætlar Petra Lind kennari að flytja kveðju starfsmanna og eftir henni kemur skólameistari með lokakveðju. Gjörðu svo vel, Petra. Það naumast verið að setja pressu á mann á eftir Freysteini, hann er með uppistand. Ágæti skólameistari, starfsfólk, útskriftarnemar og aðri góði gestir. Loksins fékk ég að halda ræðu. Almennilega ræðu. Í grunnskóla þá er ekki séns að ég hefði staðið í þessum sporum sem ég stendi í dag. Í framhaldsskóla féll ég 3 sinnum í stærðfræði, mætti vitlaust lokaprófi í náttúrufræði og talaði dönsku í munnlegu þýskuprófi í 20 mínútur áður en að kennarinn leiðrétti mig. Í stuttu máli sagt þá er ég ekki beðin að halda ræðu í framhaldsskólanum mínum og ég hef útskrifast 3 sinnum úr háskóla en ég hef alltaf sleppt í að mæta í útskriftina og hélt ekki ræðuna þar. Þannig að hér í dag fæ ég þann mikla heiður fyrir hönd starfsfólks VFA að tala til ykkar og ykkar á þessum merka degi og fyrir það er ég þakklátt. Hafliði vissi ekki hvað hann var að gera, hann fekk sálfræðing til að halda ræðu. Og ég er náttúrulega búin að liggja föst í því hvað maður á að segja við fólk sem stendur á tímamótum í sínu lífi. Og eina niðurstaðan sem ég fann út er að ég ætla að deila með ykkur mínu uppáhaldsmottói sem er mjög einfalt. Og það hljómar svona. Þið eruð ekki tré. Punktur. Ræðan er ekki búin. Ég held ég hef aldrei spurt nemendur mína í VFA frá því ég byrjaði að kenna árið 2018 hvað hann ætla að gera eftir útskrift. Ekki misskilja mig. Mér er mjög annt nemendur mína og ég veit ekkert skemmtilega heldur en að hitta gamla nemendur út af förnum vegi. Að því sögðu þá er ekkert sem er jafn mikið í taugarnar á mér og spurningin hvað ætlar þú að verða þegar þú verður stór eða hvað ætlar þú að gera eftir útskrift. Mér finnst spurningin sjálf vera svo endanleg, eins og hún bjóði bara upp á 1 til 2 svör. Og því er ég ekki sammála. Í grunninn skiptir engu máli hvað þið ætlið að gera í framhaldinu eða þegar þið verðið stór, svo lengi sem ykkur líður vel og eru ánægð með ákvarðanirnar sem að þið takið.
Við eyðum 8.500 dögum á lífinu sofandi og 3.300 dögum í samfelldri vinnu og dágóðum slatta í nám ef við veljum að feta þá braut. Við erum ekki tré og við færum okkur bara ef okkur líst ekki á þá leið sem við höfum valið. Ákvörðunin hins vegar að færa sig, hún og verður ekkert alltaf auðveld, hvort sem að það snýr að því að skipta heimili, skipta nám, skipta vinnu eða hvað annað. Það er liðin tíð að við veljum okkur eitthvað eitt til að hafa fyrir stafni ókomna tíð og sérstaklega á okkar tímum þar sem að störf hverfa jafn ört og ný störf verða til. Það er því mikill kostur að hafa aðlögunarhæfni og geta mætt þeim hröðu breytingum sem við búum við hvernig svo sem á það er litið. Og talandi aðlögunarhæfni eins og hefur verið komið fram hér í dag áður, fyrir aftan mig situr hópur fólks sem á það sameiginlegt að hafa sinnt sínu námi í miðjum heimsfaraldri og sýnt ótrúlega aðlögunarhæfni hvað margt varðar. Hér eru margir nemendur sem þurftu örskotsstundu í mars árið 2020 að setja fjölmarga kennslustundir í gegnum tölvu, algjörlega óundibúin og hafa stundað nám sitt á undarlegum tímum. Ég held að við þurfum öll að minna okkur svolítið rækilega á það hvað þau eru skili risastórt klapp á bakið fyrir þessa aðlögunarferðni sem að þau hafa sýnt og frá mínum dýpstu hjartarótum er þetta eiginleiki sem að ég vona að þið haldi fast í framtíðinni og verðið ekki tré, nema kannski smiðirnir. Ágætu útskriftarnemar, fyrir hönd okkur allra sem störfum í Vaffa óska ég ykkur innilega til hamingju með áfangan. Það fylgir því alltaf söknuður að sjá nemendur hverfa á braut og í okkar litla og persónulega samfélagi sem Vaffa er, þá munar gríðarlega mikið hvert og eitt ykkar. Það er bara þannig. Ég vona að þið farið úr ykkar námi í Vaffa með góða minningar skólan og veru ykkar í honum og skapi nýjar og skemmtilega minningar hvert sem þið farið, hvort sem þið stefnið á frekara nám, haldið út á vinnumarkaðinn eða hreinlega staldri við og spáið í því hvað þið ætlið að gera næst. Til hamingju með daginn ykkar, öll sem eitt. Gefum við gott klapp. Kæru nemendur, við ykkur blasir lífið með öllum sínum tækifærum og valkostum, eins og hefur komið fram hérna, sem þið hafið nú úr að velja. Það er ekki endilega létt val, en með námið því sem þið ljúkið hér í dag, þá hafið þið fjölgað þeim valkostum og þeim tækifæri sem þið hafið. Ég held að þetta hefur verið flókið fyrir. Tækifærin eru til að grípa þau og lífið til að njóta þess. Starfsfólk skólans mun sjá á eftir góðum nemendum og vinum sem nú hverfa til annarra starfa, en við eigum allar góðu stundirnar með ykkur. Munið að Vaffa verður alltaf skólinn ykkar og þið alltaf fyrirverandi nemendur Vaffa. Verið stolt af námi ykkar og árangri, við erum allavega stolt af ykkur. Ég bið ykkur nú að njóta dagsins með fjölskyldum ykkar og vinum. Í dag er sannarlega tækifæri til að lifa í núinu. Við skulum ganga saman út í sumarið og fagna bjartri framtíð ykkar og okkar allra. Ég segi 37. starfsári Verkmenntaskóla Austurlands lokið og skólanum slitið. Það er svo hefð að enda þessa athöfn á laginu Sumarkveðja eftir þá félaga Inga T. og Pál Ólafsson. Oft hefur verið sunginn fjöldasöngur en nú ætlar Viðar að bjóða okkur upp á einhverja góða upptöku af þessu lagi. Takk fyrir að vera með okkur hér í dag. Blessuð vertu sumarsól, sveipar gulli dal og hól og gyllir fjöllin himinn há og heiðar vötnin blá. Nú fossar lækir unnir ár sér